Sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, við erum komið í torfæruna og já, línun komin einn af nýju keppendunum sem tókum við þátt á, já, stukku bara beint í það að taka þátt í heimsmeistarakeppninni meðal annars og já, línun komin Geir Evert Grímsson sem já, kom heim með velun, með tilþrifa velunin, komdu blessaður og sæll og til hamingju. Já, blessaður og þannig að þakka þér fyrir það. Já, hvað hérna, þú ferð þarna út og þú ætti kannski ekki vona að koma heim með tilþrifa velun eða eitthvað velun yfir höfuð? Nei, það var nú ekkert að hann að búast í því, en það er bara búin að þannig að keppa einu sinni áður. Já. Á hann Akureyri. Þetta var bara gaman. Og þú lést vel finna fyrir þér hérna á Akureyri, þú mættir hérna á lokaumferðinni á Íslandsmótinu þar? Já, maður verður að reyna það allavega. Já. Þannig að þetta er þetta kannski ykkur bíl sem er bara búið að vera undirbúning í lengi? Nei, ég keypti þetta jólinn og síðan er búið að vera að græða þetta síðan þá. Já. Þetta er svo sem bara nýsmíði, komplett, það var bara annar bíl rifinn í þetta. Fengið nýr mótor og þetta svoleiðis í þetta. Já. Og þú ert með, já, mikla reynslubolta eða ekki í kringu þig svona sem að hjálpa þig við þetta? Jú, nóg að þeim. Já, nákvæmlega. Þetta var svona, já, miðað við það að þú fást þarna inn í síðustu umferð á Íslandsmóti, hvernig var svona að taka þátt í fyrst skiptið? Það var bara gaman, alltaf helviti stressaður og svona fyrir þetta, en það fer strax, sko. Og fundið, já, þú hefur kannski áður sest í svona kakka? Já, ég pröfaði nú einu sinni það var sko kórdrengin, en það var fyrir 2 árum og síðan hefur maður aldrei pröfað þetta aftur. Nei, svo bara núna. Þú ert venjulega ekki búin að vera bara bak við tjöldin, eða ekki svona að gera við bílana? Jú, ég er alltaf búin að vera með Snorri í ykkur 2-3 ár. Og það er náttúrulega heilmikið vinna? Já, það er það náttúrulega, sko. En það er líka bara gaman að því. Já, og það eru ófá nætunar, eða ekki sem að, já, þið í kringu kórdrengin hafið þurft að sinna hánum á nóttinni svona síðustu 2 árin? Já, það er svona eitthvað verið það, sko. Já. En svona, það er bara þetta hluti af þess, þetta er aldrei þetta er klárt fyrir en bara þá að fara, þegar það er svona vika í þetta, þá að fara svona að spá í þessu og síðan er allt ónýtt og þá er þetta bara svona. Já, nákvæmlega. Stressið er ekki meira en það. Nei, nákvæmlega. En hvernig, nú fórst út til Noregs, hvernig fannst þér svona að keppa þarna úti? Þetta er náttúrulega, ef mér sýndist, þetta er mikill sandur eða ekki sem voru að taka þátt í núna? Jú, þetta er eiginlega bara svoleiðis, sko, svona vikur drastli eitthvað. Þetta var helviti gaman. Já, og stórar, brekkur og svoleiðis, þetta er ykkur 90 metrar. Já. En nú náttúrulega eru allir ökumenn, þeir elska yfirleitt bíli sinn og já, er þetta þá ekki svona eina nýju ástónum í lífinu hjá þér? Það hlýtur að vera. Já. Þetta fer svona að vera þarna 3. ástin? Já. Það fylgir í sportið. En svona teimi sem vart með í kringu þig, hvaða teimi ertu með? Og þetta eru Rúnar og Marino og þetta er Ásmundur og ásamt fleirum, sko. Þetta er Kjartan er þetta líka. Og þetta eru kannski höfðingar sem þú ert búin að vinna með lengi? Já, síðan er náttúrulega þetta Unnar líka. Ég er að vinna með þeim. Já. 3 og Þannig að það er lögð svona auka að vinna á þá núna? Já, það er bara aðeins ekstra. Það er ekkert að því. Nei, nákvæmlega, já. En þið skýrðu bílinni það ekki sleggjan? Jú. Já. Og hvernig kom það svona til? Það var bara búið að spá eitthvað í þessu og í eitthvað tíma og síðan bara allt í einhvern veginn datt þetta upp og það var bara ákveðið. Nákvæmlega. Ég man nú ekki akkur það var, sko. Nei. En já, það sem þegar maður er orðinn keppandi þarna það er náttúrulega, þá þarf maður eða ekki, þá hefur þið voða lítið tíma eða ekki að fylgjast með öðrum keppandum eða nærðu því alveg? Nei, ég sá eiginlega ekkert af þessu, sko. Nei, nákvæmlega. Það er alltaf verið að skrúa eitthvað í þessu og það fór hjá mér afturdrif og síðan fór hjá mér liðhús og eitthvað, þannig að það fer helvítis tími í þetta, sko. Þannig að maður missir af svona flest öllu öðru, sko. Og já, fyrir þá sem ekki vita, þú vannst þarna velun fyrir tilþrifa velunin og já, veistu fyrir hvaða tilþrif það voru? Það var stökkir þarna í 7. braut og reddingin út frá þarna veltunni þar. Já.
Og endaður á 4 hjólum? Já, ég tók nú einn með hring sko, endaði síðan, það voru náttúrulega ykkur 70 metrar niður sko, en það hefði verið djöfulegt að rúla þar niður sko. Já. En það slapp. Já, sem betur fyrr. Já. En þetta náttúrulega rosa mikið adrenalín það ekki að keyra svona bíla? Jó, þetta rosalegt sko. Já. Þetta skemmtilegt að sem maður þetta gerir sko, það bara svo leiðist. Já, en þessu heimsmeistarmóti það var Norsari sem varð heimsmeistari og já, kórdrengurinn hans Snorri Þór var það ekki alveg grátlega nálægt í að vinna? Já, þetta var leiðilega nálægt í. Já. Það var sko fyrir hann síðustu braut, þá var Snorri 17 stigum fyrir ofana. Já. Og þetta var vel tæft. Og það náttúrulega bara voða lítið sem hægt að draga mikið meiri mun á því. Það bara, það gerist ekki minna sko. Nei. Það bara svo leiðis. Já. En þetta var rosalega spennandi náttúrulega sko. En það hefur verið svona alveg í síðustu brautinni sem að úrslitin hafa ráðist. Já. Það var í henni sko. En heimsmeistarinn okkar frá því fyrra, hann Ólafur Bragi, hann náði nú ekki að halda titlinum, en var bíllinn eitthvað að stríða honum eða eitthvað svoleiðis, eða var bara svona keppnis? Já, hann var nú svolítið að stríða honum, sko, hann var náttúrulega nýbúið að skipta mótor í honum og svona. Já. Hann var ekkert búinn að ná að þetta pröfa hann almennilega. Það var svolítið svona fred í honum og annað sko. Já. Hann var nú samt ofalega, ég held að hann endaði í 4. eða 5. sæti. Þannig að það nú bara flott. Já, en þetta eitt skemmtilegsta sporti sem hægt að komast í, eða ekki? Jú, þetta það sko. Já. Undantekningu laust. Nei, nákvæmlega. En svona rétt í lokin Geir, áður en ég sleppir, þú og sleggjan, þið takið þáttið ekki aftur á næsta ári eitthvað? Jú, komum mjög sterkir í þá. Já, nákvæmlega. Þannig að ég ætla bara að leyfa þér núna að fara að sofa, þú ert væntanlega það ekki nýlendu frá Noregi bara? Jú, við vorum að þetta dett inn sko, þannig að maður alveg búinn á því. Já, náttúrulega erfitt líka svona þetta stanslausa fjölmiðlafár hérna í kringum svona menn sem eru hérna í heimsmeistarkeppninni. Það nú ekkert vikið það sko. Nei. Já. En þetta virkilega áhorfendavænt sport og væri gaman að fara að sjá meira af þessu í sjónvarpinu. Já, það þarf aðeins að fara að rífa þetta upp. Já, nákvæmlega. Og kannski ekki veitir að því kannski rétt í lokin að benda á náttúrulega fyrir þá sem vilja fylgjast með, þá hann náttúrulega Jakob Sísil hérna. Hann alltaf með rosa mikið af myndböndum. Já, hann rosa flottur í þessu sko. Já. Jakobs. Hann einmitt með allt inn á á Facebook hjá sér. Já. Það að sjá þetta þar. Nákvæmlega. Jakob sé hérna með alveg alltaf kominn. Já. Þannig að það keppnis. Yes. Nákvæmlega. Geirivert Grímsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, við bendum bara bestu kveður á sleggjuna. Hún ennþá í Noregi, eða ekki? Jú, hún kemur eitthvað tímann mánaðamótin heim. Já, vonandi með alla varahlutina á sér, eða ekki? Jú, það hlýtur að vera. Já, en það ekkert auðveldast í heimi það nokkuð að fá varahluti í þessa bíla? Jú, það alveg hægt að fá þá sko, en þetta náttúrulega bara þetta dýrt og svoleiðis í þetta dót sko, þannig að menn ekkert alltaf með allt saman þess að þetta auka messir og svoleiðis. Já. Það svona reynt að hafa sem mest allt sko. Og svo náttúrulega kannski líka með það Norsarinn, hann virðist svona byrja að sækja svolítið á Íslendingin í þetta, auðveldara fyrir hann að ná sér í varahluti? Nei, ætli sé ekki samt með aðeins meiri auðri í þessu. Já, svona sponsorum og fleira. Já, það miklu meira það úti sko. Þannig að þeir verða svona aðeins meiri atvinnum en kannski eins og maður kallar það. Já, en við gefum það svo sem ekkert eftir sko. Nei, það sást líka. Já, og það verður náttúrulega næstmót verður hérna í maí á hérna Hellu sko. Þannig að það bara vinna á þar. Já, og það líka okkar heimavelli á Suðurlandinu. Já. Þannig að það Norgerinn á þá ekki séns. Hann á ekki séns þá, það bara svo leiðis. Nákvæmlega. Geirivert Grímsson, þakka kærlega fyrir og gangi ykkur vel. Já, takk fyrir. Já, við höldum áfram með torfæruna heimsmeistaramóti í næsta þætti, en þá ætlar heimsmeistarinn Martin Mikaelsen að vera á línunni, sá sem sigraði Snorra rosalega tæft. Hann verður á línunni hér næsta mánudags kvöld klukkan 8. En við förum núna úr torfærinu og skellum okkur yfir í fótboltan afsakið. Og svo eftir það það handbolti rétt í lokið því að handboltatímabilið að hefjast. Það kynningarvika í Sportstöðinni á